daginn og velkomin. Ég var fegin að sjá að það nokkrir í salnum þó að snjóaði og allt það í dag. Ég heiti Ingibjörg Guðmundsdóttir og verkefnastjóri Heilsueflandi grunnskóla. Ég ætla svona að stýra dagskráni í dag í þessu hluta. Dóra Guðrún sem sviðsstjóri áhrifaþátta, henni seinka aðeins, þannig við ætlum aðeins að færa til í dagskráni og hún Anna Sigríður Ólafsdóttir, hún ætlar að byrja. Gjörðu svo vel. Takk. Ég held að það sé fyrsta skipti sem ég tala hjá embætti landlæknis sem ég ekki bara kölluð Anna Sigga. Ég hef alltaf kölluð Anna Sigga, hæ. Þannig að það ekkert ávarp, heldur svona örstutt kynning. Við erum svo núna í miðjum fasa deildaskiptingabreytinga hérna á menntavísindasviði. Þannig að það eru 3 deildir hér í dag en verða 4. Og það sem svo skemmtilegt og mikið til út af í raun og veru því mikla starfi sem hefur verið í gangi hjá embætti landlæknis og þessi þróun sem hefur orðið bæði á heilsueflandi samfélagi og heilsueflandi skólum á öllum skólastigum og svo sama tíma svo breyting sem hefur orðið á aðalnámskrá þar sem við erum komið með heilbrigði og velferð að þá sáum einhvern veginn að við erum svolítið að horfa hvar ættum við að koma heilsueflingunni fyrir í menntun kennara og rými hér inn á, gera svona heilsueflingunum svolítið hærra undir höfði í menntun kennara. Og með þessu tækifæri sem fæst við að vera að skipta deildum upp á nýtt, að þá verður sem sagt til ný deild sem heitir deild heilsueflingar íþrótta og tómstunda. Og það sem við höfum tekið sem sagt og gert svolítið að út frá því sem hefur verið í gangi hér síðustu 10 ára. Ég kom hérna inn fyrir 11 árum síðan og fekk svona aukagjöf að sinna heimilisfræði kjörsviðinu. Upphaflega kom samt inn til að sinna næringafræði í íþróttakennarannáminu og við höfum fundið mjög sterkt að hvernig samlegðar áhrifin eru í heimilisfræði og heilsueflingu einfaldlega út frá hæfni viðmiðum heimilisfræðinar. Þannig að við erum að færa heimilisfræði kjörsviðið yfir í að verða að nýju námi inn í þessari nýju deild og bjóðum þá upp á nýja námsleið í heilsueflingu og heimilisfræði. Og þetta í raun og veru upphafið að merka eitthvað upphafsstef að því að heilsuefling eigi nafn í kennarastétt, þannig að það séu heilsueflingar kennarar. Það ekki þar með sagt að það einskorðist við heimilisfræðina, heldur það til að tvinna við þá sögu og það sem til hér fyrir. Við munum líka bjóða upp á diplómu í heilsueflingu sem hentar öllum kennurum og það sem að við erum að horfa á því að við verðum deild með íþróttum og tómstundum að þetta þrennt saman leggi stoð að þessari hugmynd sem í raun og veru að stuðla saman að vellíðan. Og vellíðunar hugtækið svona í raun og veru regnhlífin yfir þessu öllu. Þannig að ég gríðarlega spennt á næsta haust að taka á móti nemendum með þessum nýju formerkjum. Ég get ekki sýnt ykkur nákvæmlega námskeiðslýsingar eða innihald núna, við erum á haus í að búa þetta til, en það verða ný og spennandi námskeið sem að eiga að styðja við að fylgja og styðja við efnið frá landlæknisembætti og að í raun og veru gefa ykkur verkfæri til að vinna að þróunarverkefnum og öðru inn í skólum í anda heilsueflandi stefnu. Við höfum verið mikið út í grasrótinni að tala við hagsmunaaðila og þá sem að vilja sinna þessu starfi og að sinna þessu starfi. Ef þið hafið spurningar, óskir, viljið koma ykkur á framfæri eða vera með okkur í þessari vegferð að byggja þetta upp, þá ykkur velkomin að hafa samband og ég með netfangi anna.so@hi.is og annars bara í gegnum Ingibjörgu gerast nægt tækifæri hér í dag. Kollegi mín Steingerður, þú kannski vinkar Steingerður af því að hún verður hérna áfram í dag, geti líka hnippt í hana í kaffihléi. Við erum á fullu saman ásamt fleirum að vinna í þessu núna. En þarna byrjum ykkur bara að fylgjast með þegar ný kennsluskrá kemur út, hún opnar í byrjun mars og við hlökkum til að ef að fólk vil koma og bæta við þessi diplóm og annað að sjá ykkur líka einhver hérna í náminu hjá okkur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna Sigga.
Ég að hugsa að halda dagskránni bara áfram og ávarpið kemur bara aðeins seinna og já, eins og áður hefur komið fram þá ég með verkefnastjórn yfir heilsueflandi grunnskólum og hef verið það síðustu 5 ár og ég ætla svona aðeins að byrja á því bara að fara í hver staðan með heilsueflandi grunnskólum. Þetta náttúrulega búið að vera þróunarferli alveg frá því að við byrjuðum. Það var hægt að við vorum í lýðheilsustöð á þeim tíma og hún byrjaði með Egilsstaðaskóla í svona þróunarferli frá 2008 en 2010 þá geta skólar byrjað að sækja og það voru fullt af umsóknum sem hrúguðust inn hann í byrjun og síðan hefur þetta verið að þróast svona smá saman og núna það 88 grunnskólar af svona 170 sem að hafa sótt þátttöku. Í dag eru allir skólar komnir með aðgang að heilsueflandi.is sem er vefsvæði, svona skráningar og vinnusvæði, lokað notendastýrt svæði fyrir hvert skóla sem hann fær aðgang að þegar hann sækir og þar við að koma inn í raun og veru öllu efni sem tilheyrir þessum ramma að halda utan heilsueflingu í sínum skóla. Þar eru gátlistarnir, þar hægt að vinna heilsustefnuna, aðgerðaráætlun, þar eru mælikvarðar og fleira sem við förum betur í málstofu á eftir. Þannig að ef þið hafið áhuga á að vita meira þá endilega kíkið við þar. En það eru allir skólar komnir með aðgang að þessu svæði. Við erum núna nýbúin að senda út könnun bara til að athuga hvort skólar að nýta sér þetta. Af því að áður þeir skólar sem voru inn á gamla vinnusvæðinu, upplýsingarnir úr þeim gátlistum sem var búið að merkja við voru færðar yfir á þetta svæði. Þannig að þetta svona kannski svolítið nýtt og flókið og þarf að fá leiðbeiningu Við höfum sett leiðbeiningar þetta í alla skóla sem eru ekki á netinu, heldur þarf að óska eftir að fá þær af því að við erum ennþá með það í svona drögum. Við viljum uppfæra þær miðað við það sem við fáum svona ábendingar vefinn og fleira og vefurinn sjálfur í þróun líka. Við setjum eitthvað út og við erum strax farin að vinna eftir þeim ábendingum sem við höfum fengið. Síðan eru skólar mjög duglegir að nýta sér það efni sem að embætti landlæknis gefur út. Það smá sýnishorn frammi og eins bara mikið inn á vefnum okkar og ef það eru einhverjar spurningar eða fólk finnur ekki efni eða eitthvað þess aftar þá hefur það haft samband við mig og það alveg velkomið líka og við höfum verið að leiðbeina skólum hvað hægt að nýta. Þannig að það virðist vera eitthvað sem að skólar nýta sér mikið og það yfirleitt talið allt upp í verkfærakistunum undir hverjum áhersluþætti. Þetta efni sem við bjóðum upp á. En virkni skólana mismikil og eins og ég sagði það var fullt af skólum sem sóttu í upphafi 2010. Margir hafa unnið mjög markvisst og verið með þetta sem hluta af sinni stefnu síðan þá. Aðrir hafa kannski þurft að bakka aðeins og það kannski það sem við ætlum að fara svolítið inn á líka hér að það við gefum upp einhverja ákveðna formúlu, hvernig æskilegt að vinna þetta. Við viljum að allir svari öllum gátlistunum í upphafi og geri grunnlínu eða taki svona stöðumann. En það enginn að segja að það þurfi samt allir að gera það þannig. Við verðum að finna þá leið sem það hentar okkar skóla að innleiða þetta. Þetta þarf að vera hluti af því sem verið að vinna í skólanum. Þetta á ekki að vera eitthvað auka álag eða auka byrði, þetta á að vera hluti af skólastarfinu. Það þarf að reyna að sjá einhvern veginn hvernig hægt að horfa á það þannig og finna tækifærin. Og við erum með alveg 2 skóla sem ætla að segja svolítið frá sinni reynslu hér á eftir
meðal annars hvernig hefur verið unni mjög nýr skóli sem kom inn bara síðasta sumar, eða sem sagt sumari 2006, búin að vinna mjög markvisst með plattformið eða sem sagt heilsueflandi, og svo annar skóli sem hefur verið að vinna í öðrum þáttum og að taka svolítið þetta verklag, hvernig við fáum alla að borðinu til þess að vinna að ýmsu, til dæmis bara skólastefninu eða gildunum í skólanum eða þess að það. Síðan heilsueflandi samfélögum að fjölga. Við erum með tæplega 75% íbúa búandi í samfélögum sem hafa gert samning við embætti landlæknis að vinna eftir því formi sem við erum að bjóða upp á. Þannig að þar kemur stuðningur líka. En þetta svolítið sviðið okkar, áhrifaþættir heilbrigðis, og hvernig við erum að vinna í þessum nálgunum með heilsueflandi samfélag sem svona regnhlífin, og síðan með skólunum á mismunandi skólastigum og hvernig við erum að nálgast þetta. Og þetta á að veita skólunum stuðning, bæði tengslanett þegar fleiri skólar innan sveitarfélagsins eru farnir að vinna að þessu, og líka stuðningur frá samfélaginu. Það ýmislegt í gátlistunum sem að beinir skólanum að því að eiga þetta samtal við samfélagið, og þá kemur það líka tilbaka, og það svo gott þegar við getum verið að vinna ofanfrá og líka þannig við mætumst á miðri leið. Það skiptir rosalega miklu máli að það sé hugur. Ég ætla aðeins að renna bara yfir hvernig ferlið því að ég veit að það eru einhverjir hérna inni sem ekki að starfa í heilsueflandi skólum, og svona aðeins að bara að minna á. Það sem sótt til embætti landlæknis, það sendi inn umsókn og skólastjóri þarf að kvitta undir það, þarf að vera með samþykki hans. Síðan myndaður stýrihópur og það þarf að útnefna tengili sem að ber svona ábyrgðarnar á þessum samskiptum við embættið og heldur kannski svolítið utanum þetta í sínum skóla. Það þarf að gefa sér tíma í undirbúningsvinnu, og það var það sem við rákum okkur svolítið á í byrjun, að skólarnir voru kannski ekki að staldra við og gera þessa þarfagreiningu, skoða hvaða lykilhagsmunaaðila þau þyrftu að vera í sambandi við, hvaða mælikvarða verið að safna, þarf að fara einhverja aðra leiðir eða eitthvað annað sem við þurfum að finna til þess að geta fylgst með ákveðnum þáttum sem við viljum vinna að, og þetta að byrja að móta heilsustefnu. Og það kannski það sem við höfum þurft aðeins að bakka tilbaka og fá skólanum til að gefa sér tíma í þessa þætti áður en þeir byrja á gátlistunum og byrja að vinna í áhersluþáttunum. Þannig tölum við að það þarf að huga að mælanlegum markmiðum, og við erum náttúrulega svo heppin að vera með stóra rannsóknir eins og RG, ungt fólk, og eins HBC. Það hægt að nýta ýmislegt, margir skólar að nota skólapúlsinn, og svo eru skólar líka bara að gera ýmislegt innan sinna skóla eða jafnvel sveitarfélög. Þannig að þetta allt sem hægt að tína til. Eins lykilhagsmunaaðilar, það skiptir svo miklu máli að það komi allir að þessu upphafi. Við séum að tala við nemendur og foreldra og allt starfsfólk skólans, og jafnvel þá sem koma utanfrá ef það frístund eða íþróttahúsið eða hvað sem það í raun og veru. Það þarf að reyna að ná öllu þessu samfélagi saman. Síðan farið í það að fylla út gátlistana, og við mælum með að sé í raun og veru allir gátlista fylltir út í upphafi, þannig að það komi svona stöðumat, þannig að skólinn hafi einhverja grunnlínu þar sem hann byrjaði, og síðan getur hann fylgst með framþróunum. Og það það sem þetta svæði, vefsvæði, getur hjálpa okkur svo vel að gera, því að þar koma upp línuritt þar sem hægt að fylgjast með hverjum áhersluþætti, hvernig hann þróast milli ára. Og síðan aðgerðaráætlanir, og það orðið mjög auðvelt að vinna aðgerðaráætlanir inn í gátlistunum,
og þannig að fylgjast með framþróun síðan með þessum mælikvörðum. Ef þið þurfið frekari upplýsingar þetta þá megið þið bara endilega senda mig post eða tala við mig á eftir. Þetta svona aðeins til að sýna og leggja áherslu á undirbúninginn. Þetta mynd sem í leiðbeiningunum og þetta kannski það sem við höfum ofsalega mikið verið að leggja áherslu á núna. Síðan það aðgerðirnar og þegar búið að fylla í alla gátlistana þá þarf svolítið að forgangsraða og við höfum lagt til að skólarnir byrja á starfsfólkinu. Þeir byrja að vinna með starfsfólkinu og við erum einmitt með eina málstofu hér á eftir sem sérstaklega á að ræða heilsueflingu starfsfólks. Mér finnst alltaf svolítið vænt þessa glæru. Þetta glæra sem ég sá hjá HÚF sem fyrrverandi framkvæmdastjóri SEA, Schools for Health in Europe. Þetta engin, þetta ekkert átak. Þetta langhlaup, þetta löng vegferð, þetta eitthvað sem komið til að vera og við þurfum að gera þetta saman. Við þurfum að vinna þessu í sameiningu. Þetta gerist ekki með einhverjum eldhugum sem með einhverja nokkra í kringu sig. Þetta þarf að vera samstarfsverkefni skólans til þess að við sjáum einhverja jákvæðar breytingar. Og það sem framundan, að við erum byrjuð að halda námskeið heilsueflandi. Við sjáum að það þörf á því. Við vorum fyrir austan daginn og erum að fara norður á Akureyri núna seinna í mánuðinum. Og ég hef sett út til þeirra sem tengiliðir að þeir megi endilega hafa samband ef það þörf á svona námskeiði og þá hægt að gera það í skólum þar sem aðgangur að tölvustofu og hver og einn inn á sínu svæði og við förum svolítið í gegnum þetta. Og það var mjög áhugavert fyrir austana að það var líka svo ánægilegt að heyra að þau sögðu þetta svo gott púss. Þetta ýtir við manni í því sem maður að gera. Og það líka bara eiga þetta samtal. Þarna líka tækifæri að búa til tengslanir í því umhverfi eða því hvort sem hverfi eða sveitafélagi. Þannig að ég endilega hvet ykkur til að hafa samband ef þið hafið áhuga á því og ég mun líka vera í því að reyna að ná til sem flestra svæði. Þannig að við komumst á sem flesta staði. Við þurfum að auka virknina á heilsueflandi og það svona markmið sem við höfum sett okkur. Við erum með kynningar fyrir starfsfólk í þeim skólum sem sækja en það einhverjir skólar sem hafa sótt og hafa aldrei fengið kynningu fyrir starfsfólk og ég hvet þá skóla líka til að vera í sambandi. Og síðan höfum við talað að vera með málstofur til dæmis svona efni. Við erum með námskeið á haustin með vini Sippís. Við vorum með svona málstofur eða eitthvað þess áttar kringum Örugg saman sem námsefni sem við höfum gefið út og ýmislegt fleira sem við mættum skoða. Tækifærin, það að búa til þetta tengslanett, að vera ekki einhver staðar heldur að vinna þetta saman og að nýta betur þessi verkfæri sem við erum að skaffa heilsueflandi skólum. Við erum að skaffa ramman, umgjörðina, en síðan verkefnin öll sem að tilheyra áhersluþáttunum. Það kannski það sem hver og einn skóli getur gert svolítið að sín. Bara minna á að aðalnámskráin, að þetta inn í aðalnámskrá og þetta verkfæri til að innleiða þar. Heilsueflandi skóli mjög gott verkfæri til að innleiða grunnstoðina heilbrigði og velferð. Og bara svona til að árétta hvað það felur í sér, hvað aðalnámskráin segir, þá speglar þetta mjög vel heilsueflandi grunnskóla. Heilsueflandi, ég ætla bara aðeins að minnast á það og að því á svo lítinn tíma eftir. Við erum ekki með næringu inn í málstofu núna en næringafræðingarnir okkar ekki viðlátnir þannig að ég ákvað að bæta næringuna aðeins inn. Við erum að vinna í að gera segla
og það stendur fyrir að endurskoða handbók fyrir skólamötuneyti 2018, en það mjög mikið að efni til fyrir næringuna inn á síðunni, þannig ég hvet ykkur til að nýta það. Og svona aðeins bara til að árétta að þá erum við með efni í málstofunum, þar erum við svolítið að fara inn í áhersluþættina. Við tökum hreyfinguna, við ætlum sérstaklega að vera með fókus á örugg saman sem samskipti kynjanna, það svona lífsleikni efni sem við tökum út. Tóbakslaus bekkur með svona nýtt konsept eða útlit og þar hefur við opnað á að ræða aðeins veipið sem mjög hátt hjá fólki í dag. Og síðan verður farið inn á heilsuveruna og heilsueflingu starfsfólks meðal annars. Þannig að það sitt lítið að hverju. Ef þið eru ekki búin að læka síðun okkar á Facebook, þá hvet ég ykkur til þess. Þar mikið efni sem við setjum inn allt mögulegt sem kemur að heilsueflingu, hvort sem það eitthvað sem við erum að gera, eitthvað annað sem við viljum benda á. Og þar líka tækifæri til að við hugsaum einhvern tíma sem umræðu grundvöll, en það hefur ekki mikið orðið, en það gæti alveg orðið í framhaldinu. Þannig að ef það einhverja spurningar, eitthvað sem þið viljið, þá velkomið að senda post. Þannig ég segi bara takk fyrir. Þá ætlum ég að bjóða hana Dóru Guðrúnu velkomin. Hún ætlar aðeins að ávarpa okkur. Já, góðan daginn og mig langaði nú bara fyrir hönd sviðs áhrifvalda heilbrigðis að bjóða ykkur hjartanlega velkomin á þetta málþing heilsueflandi grunnskóla og þakka ykkur fyrir að vera hérna. Þakka ykkur fyrir að koma og vera hérna og fyrir að sinna heilsueflingu í skóla. Það þegar við lítum tilbaka og þegar við vorum að byrja að vinna heilsueflingu í skólum að það var þetta ofta á brattan að sækja og það hefur mikið breyst bara seinasta áratuginn. Það er mikið breyst með nýju námskránni sem að Ingibjörg vísaði í. Þegar við fengum heilbrigði og velferð sem einn af, við raunum bara máttarstólpum menntunar, að þetta bara jafn mikilvægt og læsi og það að gjörbreyta þessu samstarfsvettvangi þeirra sem að vinna að heilsueflingu almennt og skólasamfélagsins. Og það gríðarlega mikilvægt að vinna að heilsueflingu, eflingu heilsunar, einmitt þar sem að fólk lifir, leikur, starfar, lærir og elskar. Þannig að við séum ekki, það ekki innan heilbrigðiskerfisins sem að heilsuefling fer að mestu leyti fram heldur í rauninni þar sem að við lifum, leikum og störfum. Þannig að heilsueflandi starf og því fyrr sem við byrjum, því betra, allt sem að allar rannsóknir sem sýna okkur það við fáum mest fyrir fjármagnir sem við setjum í heilsueflingu því sem við byrjum fyrr og við aukum lífsgæði með því. Þannig að það starf sem unnið í skólunum gríðarlega mikilvægt og við viljum styðja, það okkar markmið, að styðja við þá aðila sem að sinna heilsueflingu í skólunum. Við vitum að það tekur tíma að breyta þessum hugsunarhætti og eins og ég segi það mjög margt breyst á seinustu árum og umhverfið orðið miklu auðveldara að mörgu leyti. Við erum líka farin frá þessum herferðum og átökum og við vitum að við þurfum að fara í svona heildræna nálgun þar sem við tökum alla með og tökum alla starfsmenn skólans með. Og við byrjum á starfsfólki skólans. Við þurfum að setja að mikilvægt að skólarnir sinni heilsueflingu starfsfólksins sem að svo sinna heilsueflingu áfram til nemendum. Og svona stundum nýttum á nemendumna líka sem starfsfólk skólans. En það líka gríðarlega mikilvægt að þetta komi inn í menntun kennara. Þannig að við fögnum gríðarlega því samstarfi sem við sjáum og ætlum að móta í samstarfi við menntavísindasvið og þá sérstaklega samband við þá deild sem að annars ykkur var að segja ykkur frá hér áðan, að það gríðarlega mikilvægt að þeir kennarar framtíðinar séu með þessa hugmyndafræði og þeir séu með tæki og tól, séu vel undirbúnir undir það að sinna heilsueflingu í skólum og sinna þessum þætti sem heilbrigði og velferð Það gríðarlega mikilvægt og við þurfum líka svolítið að vera þolinmóð og gefa þeim kennurum sem eru í skólunum í dag og því starfsfólki sem þar líka svigrúm og skilning og styðja við það því að það var kannski ekki endilega í þeirra þjálfun eða við vitum bara að það var ekki þjálfun þeirra kennara og þeirra starfsfólk sem í skólans dag að sinna heilsueflingu. Þannig að við þurfum þolinmæði
En við þurfum líka bjartsýni og við þurfum hugrekki og það líklega það sem einkennir ykkur sem eru hér í dag. Ef ég myndi spyrja ykkur, af hverju eru þið hérna í dag? Og ég loki augunum og hugsa þess, af hverju er ég hérna? Af hverju er ég að sinna heilsueflingu? Þá koma líklega einhver mismunandi svör, en líklega eigum við það samt öll sameiginlegt sem að vinnum að heilsueflingu, að okkur er ekki sama annað fólk. Við viljum bæta samfélagið okkar, við viljum styðja og hvetja mitt fólk til þess að velja hollavalið, við viljum gera það auðvelt að velja hollavalið, að það sé í rauninni bara mjög auðvelt að lifa heilsusamlegu lífi. Og við vitum það, eftir sem rannsóknir sýna okkur betur og betur, að frelsið okkar til að velja og frelsið barna til að velja í skólum er ekkert rosalega mikið. Það skiptir gríðarlega miklu máli hvernig við byggjum upp það samfélag, hvað við bjóðum upp á, hvað við bjóðum upp í næringu, hvað við bjóðum upp á hreyfistundum, hvað við bjóðum upp á til þess að hvort við séum að ýta undir streitu og álag eða hvort að kerfis vinni gegn því og hjálpi þeim að takast á við það. Þannig að þetta er allt mikilvæg þættir sem við þurfum að huga og börnin hafa ekki mikið val. Þannig að við ábyrgð okkar sem eldri erum í samfélaginu og þeir sem að byggja upp skólan er mikil og mikilvægt fyrir okkur að byggja þannig upp að það sé heilsusamlegt og það sé að það geti auki veljan barnan okkar að vera í skólanum, ekki það dragi úr eða auki vanlíðan. Eins og við höfum einhverja vísbendingur einhverjum annum könnunum sem að við höfum verið að skoða og því mikilvægt að tökum það bara hvað er það sem við getum gert í strúktúrnum í náminu til þess að efla heilsu og veljan. Þetta er stórt verkefni og við ætlum að vinna því sameiginlega. Það eru gríðarlega margir þarna úti á akrinum að vinna frábært starf og við ætlum að heyra svolítið frá vettvangi, frá þeim sem eru að vinna gott starf. Það er svo mikið gott að koma saman og deila reynslunni og ég bara óska ykkur alls besta. Ég vona að þið fáið góðar hugmyndir og jafnvel góða kontakta. Það er alltaf svona svolítið góð mælikvarði á gott málþingar ástöfn og fá að minnstakosti eina góða hugmynd. Einhverjar hugmyndir hvernig maður komin í framkvæmt og svo getur verið gott að ná einum góðum nýjum kontakt. Ég ætla að óska ykkur alls besta og þakka ykkur fyrir að vera hérna í dag, þakka ykkur fyrir að láta ykkur heilsueflinguna varða og við hjá embættinu erum öll að vilja gera að styðja ykkur í fyrsta alveg. Takk hérlega fyrir. Jæja, þá erum við komin að praktikinni, hvernig þetta gerist í skólanum og fyrst ætlar við erum svo heppin að hafa 2 skólastjórar með okkur í dag og þær heita báðar Kristín Jóhannesdóttir og fyrst ætlar Kristín Jóhannesdóttir í Oddeyraskóla að segja okkur frá hvernig þau hafa unnið. Gjörðu svo. Já, góðan daginn. Ég heiti sem sagt Kristín Jóhannesdóttir og ég er skólastjóri í Oddeyraskóla á Akureyri og við erum sem sagt búin að vera heilsueflandi grunnskóli. Við hófum bara okkar innleiðingu síðasta vetur en kannski undirbúningur og svona búin að vera að gíra okkur upp aðeins lengur. Oddeyraskóli er á Eyrinni á Akureyri. Það eru 200 nemendur í skólanum og 45 starfsmenn og svona kannski okkar helsta áskoranir varðandi það að fara að innleiða heilsueflandi grunnskóla, það var að á Eyrinni er ekkert stórt íþróttafélag. Við erum með Káa og Þór eins og allir þekkja á Akureyri og þeir eru báðir annar í þorpinu og hinn á Brekku og þar er gríðarlega mikið íþróttalíf en krakkarnir okkar voru kannski svona aðeins utan gátta þar, þó margir í íshokkí og svona öðrum minni félögum. Okkur finnst skólalóðin, hún er ekki alveg nógu heppileg fyrir hreyfingu, stórt malbyggasvæði sem er lítið nýtt og lítið af svona skemmtilegum áskorunum fyrir krakka. Þannig að okkur langaði að fara að gera eitthvað í því. Við erum með mjög lítið íþróttahús, samt erum við með okkar eigið íþróttahús og voða notalegt og hentugt að mörgu leyti en hentar ekki alveg öllum og kannski síst stórum unglingahópum. Við náttúrulega erum búin að vera að leggja fyrir skólapúlsinn í mörg ár og þar höfum við verið að glíma við veljan nemenda eins og margir aðrir.
Við þurfum að hjálpa þeim að líða betur og finna leiðir til þess og að finna leiðir til að þau hreyfi sig meira og oftar. Þetta var svona kannski það helsta. Heilsueflingarnefnd var stofnuð fyrir þó mörgum árum í skólanum. Það var hópur sem fór af stað og þá sneri þetta aðalega að heilsueflingu starfsmanna. Þetta snerist að efla vinnustæðin til að byrja með. Síðan fengum við kannski pínu búst í fyrra þegar Akureyrarbær stofnaði heilsuráð og það áttu allir vinnustæðir á Akureyri að vera með heilsunefnd og það voru einhverjir sameiginlegir fundir og verið að senda efni og hvatningu. Það hefur kannski lognast dálítið út af núna en þetta ýtti okkur svolítið af stað aftur. Og núna í heilsunefnd eru íþróttakennari og það eru textíl- og heimilisfræðikennarar, skólaliði, stuðningsfulltrúi og ég. Svona upphafið hjá okkur, það var þannig að við lögðum þetta náttúrulega fyrir allan starfsmannahópinn hvort að þau vildu vera með í þessu, voru með stutta kynningu á því hvað fælist í því að vera heilsueflandi skóli og það voru allir mjög til í þetta nema einn. Þetta var nafnlaust, en ég held að það sé eiginlega bara allir að spila með. Og við fórum bara í þetta, fórum bara eftir bókinni. Akkurat á þeim tíma sem við vorum að fara inn, þá var heilsueflandi vefurinn að byrja og við fengum bara góða leiðbeiningar hjá Ingibjörgu hvernig við ættum að snúa okkur í þessu. Og fórum bara mjög mikið eftir bókinni, fórum í listana og mátum stöðuna okkar. Og Ingibjörg náttúrulega hvatt okkur eindregið til að byrja okkar vegferð á því að gera heilsustefnu. Hún á heimasíðu skólans ef einhver vill skoða. Við bara settum hann upp svona, við settum upp svona 4 meginþætti. Það var eiginlega of mikið að taka alla 8 þættina, sameinuðum svolítið þarna inn og þessi stefna unnin í samvinnu við foreldra og starfsfólk og nemendur. Fengum hugmyndir og svona innblástur frá þeim. Varðandi foreldrana þá buðum við upp á súpufund, eldum blómkálsúpu fyrir svona 40-60 manns og fengum 7 foreldra, mjög áhugasama sem borðuðu bara mjög vel og svo áttum við bara góðan afgang handa starfsfólkinu daginn eftir. En þessi fundur skilaði samt alveg gríðarlega miklu þó við höfum bara fengið þetta örfá fólk því að það vann afskaplega vel. Og hér fórum við sérst á listana og gerðum okkar grunnmælingu og þarna sjáum við grunnmælinguna eða mælinguna okkar eins og hún núna. Við erum sérst með 94% í starfsfólk, 85% í geðrækt, 82% í mataræði og 76% í hreyfingu og hreyfing sá þáttur sem við erum búin að vera að vinna langmest í en eigum langmest í land og það kannski tengist mest aðstöðinu sem við höfum. Við skorum lágt þar svona miðað við þessa mælikvarða. Heilsueflingarnefnd setti sér þessi markmið að skapa skólaumhverfi sem stuðlar að andlegri, líkamlegri og félagslegri heilsu og veljan nemenda og starfsfólks og síðasta skólaár þá var fólst aðalvinnan í því að fylla út þessa lista og vinna eftir bókinni, búa til heilsustefnu og síðan hófum við vinnu með starfsfólk og hreyfingu. Og nú á þessu ári erum við sem sagt að fikra okkur inn í mataræði og tannheilsu en erum enn á fullu í því að vinna í hreyfiþættinum og munum ekki slá slöku við þar og að sjálfsögðu starfsfólki. Svona helstu aðgerðir sem við höfum verið með varðandi hreyfingu, það að við erum að taka þátt í öllum svona landsátökum sem snúa að hreyfingu, göngum í skólan, lífslaupið og hjólum í skólan eða vinnuna. Við höfum haft íþróttasalinn opinn 3 sinnum í viku fyrir unglingana. Þetta eitt af því sem var okkar helsta vandamál, það að það var eiginlega engin aðstaða fyrir unglingana okkar. Við tókum einu sinni eina kennslustofu undir og settum sófa og eitthvað dót til að leyfa þeim að vera þar en svo þurfti að nota þá stofu þannig að þau hafa verið pínu á vergangi svona í frímínútum. En opnum hann íþróttasalinn 3 sinnum í viku og þar bara ýmist húsvörður eða skólaliði sem eru með þeim og stundum fara kennarar bara að leika við þau þarna í salnum og þetta hefur mælst alveg gríðarlega vel fyrir.
og það er einhvern veginn þannig stemning hjá okkur að sko, þetta bara mögnuð umbun sko, ef við erum að vinna með umbun, það að fá að fara í íþróttasalinn í tíma. Þetta ofboðslega vinsælt. Og síðan erum við svolítið að vinna í því að stuðla því að gera skólan okkar og skólalóðina hreyfivænni fyrir nemendur til að hvetja meira til hreyfingar. Og við sóttum í lýðheilsusjóð og fengum fjármagn til að kaupa hreyfigræjur. Það var reyndar ekki nema að brota því sem okkur dreymdi að gera, en þetta var góð byrjun og skólinn lagði svolítið til líka. Og síðan erum við búin að vera að hugsa skólalóðin okkar, hvernig við getum endurhannað hana, og erum búin að óska eftir fjármagni til að fá endurhönnun á skólalóðina í þessu tilliti að gera hana hreyfivænni, og erum svo að vinna í því að fá meira fjármagn til að auka svona hreyfi möguleika nemenda. Við ræddum það svolítið að kemur eins og eftir við starfsfólkið að þetta væri einhvern veginn nóg að vera í íþróttum 3 í viku og í sundi 1 sinni í viku. Krakkarnir þurftu hreyfingu alla daga og í kjölfarið var farið að skoða það hvernig við gætum unnið að því, og kennarar lang flestir eru með hreyfistundir þá daga sem ekki eru íþróttur og sund, og jável líka þá daga með styttri hreyfistundir. Þetta er það sem við, hluti af því sem við fengum út úr þessari styrkumsókn. Þetta er svona skot undir stiga hjá okkur, þar sem unglingarnir halda mikið til, þetta er bara í hólinu, og við hendum upp þessum græjum bara á dögunum og þessum orðum. Það er öflugu konunnar í heilsunefndinni fóru bara í FabLab-setrið og bjuggu til vegglimið alveg í hrönnum, og eitthvað svona hvetjandi orð fyrir hreyfingu og heilsueflingu. Og hér sjáum við 2 starfsmenn og 1 nemanda í æfingum. Svo náttúrulega kemur alltaf eitthvað upp í hendurnar á okkur. Það eru 2 mjög öflugar stofnanir sem eru staðsettar á Akureyri, Vistorka og Orkusetur, sem eru að vinna umhverfisvænum samgöngum, og þeir komu í skólana og gerðu þetta pínulítið viðburði hjá okkur að víja þetta veggspjald sem þetta er í rauninni svona seglar. Þetta er kort af Akureyri þar sem við getum, og seglar þar sem við getum mælt allar vegalengdir, hversu lengi við erum að ganga eða hjóla ákveðna vegalengd. Og þarna sjáum við þessa dömu vera að mæla hvað hún ætti að vera lengi að ganga eða hjóla í skólan. Og auðvitað komist við að því að á Akureyri eigum við öll að geta notað hjól eða bara gengið. Síðan eru þeir reyndar líka með strætóleiðina og það er náttúrulega frítt að taka strætó á Akureyri, og það aukur náttúrulega líka undir virkni að ganga til og frá strætóstoppstöðum og vera þá ekki láta keyra okkur. Þannig að þetta fellur dálítið vel saman. Í fyrra vor við höldum alltaf svona innanhúsþing á hverju vori í skólanum þar sem fólk er að segja frá því sem það er að gera. Núna voru nefndir skólans að segja frá því hvaða þróunarverkefni hafa verið í vinnslu, og heilsunefndin okkar var með svona dálítið gott innlegg þetta verkefni okkar, og við fengum svona líka bara búst það til hversu við værum að þessu. Og þetta er eitt af því sem við fræddum starfsfólki að hvaða áhrif það hefði á börnin okkar að hreyfa sig daglega, og þið þekkið þetta væntanlega mörg. Við ræddum líka þetta ráðlega hreyfingu frá lýðheilsustöð. Börn og unglingar eiga hreyfa sig minnst 60 mínútur daglega, og við erum þá ekki bara að tala leik í frímínútum, heldur að þetta þurfa að vera miðlungserfið og erfið hreyfing, en það megi skipta þessu upp í styttri lotur. Og það var svona kannski mesta hvatningin fyrir kennarana að taka upp hreyfistundir í tímum. Og ræddum þetta aðna sem er í gula kassanum að þetta er bara ekki nóg, þær íþróttir sem við erum bjóð upp á, og tókum þessa ákvörðuna við fjölgum hreyfistundum. Kennarar ákveða hvenær þeir setja þetta inn. Við settum þetta ekki á ákveðin dag eða eitthvað svoleiðis, en og þetta er að ganga bara mjög vel í langflestum tilvikum. Þetta er til dæmis svona það sem við erum að gera í hreyfistundunum. Voðalega vinsælt á vorin og haustin að senda krakkarna að hlaupa kringu skólan,
svona fá aðeins svona og kannski 2 eða 3 hringi. Við erum á 3 hæðum þannig að það hægt að fyrir tröppuþrek þar og unglingastigið hefur stundum farið í kirkjutröppuhlaup. Það hægt að gera ýmsar styrktaræfingar sem verið að gera. Einhvern tímann kom ég að einum hóp öllum í planka á ganginum og kennarinn eins og herfóringi yfir þeim. Krakkarnir á miðstigi dansa rosalega mikið í Just Dance og þar reyndar hafa þau oft val, þau geta verið að dansa og svo geta þau farið eitthvað annað í einhverja annars konar hreyfingu. Þannig að það er ekki skylda en þau eru alltaf fleiri og fleiri að koma inn í það. Svo erum við með þessar hreyfispýtur sem þið sjáu á myndinni. Kennararnir hafa verið að útbúa og krökkunum finnst þetta voða skemmtilegt. Þau draga sér eina hreyfispýtu og gera það sem að stendur á spýtunni. Draga stundu 2 eða 3 og mér skilst að við hafa bara heilmikinn áhuga á þessu. Hléæfingar, sumir kennarar hafa tekið þær og eru þá með einhver fyrirmæli sem þau finna á netinu. Það er náttúrulega að fara í gönguferðir í nágrenni skólans og síðan er þessi nýju hristutæki mjög mikið nýtt í alls konar hreyfingu. Og bara myndin segir það sem segja þarf áhuga barnanna. Þannig eru þau að fara af stað í norræna skólahlaupið og gríðalegur áhugi og náttúrulega bara heilmikið pepp í starfsmannahópnum. Kennararnir og aðrir hafa bara áhuga á að taka þátt í þessu. Ég held að sé ekki síst nefndinni að þakka sem er bara mjög hvetjandi. Og þegar þau komið tilbaka þá var búið að brytja handa grænmeti og ávexti svona sem glaðning að loknu hlaupi. Og auðvitað er þetta vinna en hún skilar bæði í gleði og svona sem góðar fyrirmyndir. Hér er hluti af hristutækjunum okkar. Þetta er gangurinn fyrir framan íþróttahúsið sem að okkur langaði að nýta meira því að íþróttahúsið er lítið og það er gott að geta dreift þeim aðeins Þarna hanga 2 úr nefndinni, 2 nýjustu meðlimir og svo eru við 4 hérna. Þið sjáu þau hérna á fremstabekk. Þið hérna með ég vefa sko. Þetta er þessi tæki sem að við létum smíða fyrir okkur bara á Akureyri og gríðarlega vinsælt. Og ekkert síður hjá kennurum eða starfsfólki heldur en nemyndum. Í þessu skoti, þetta fyrir framan stigann sem ég sagði ykkur frá áðan, þar var sófi og krakkarnir sátu allir í símónu sínum hann í frímínútunum og við bara ákvaðum að fjarlægja sófann, setja hann lengra inn á ganginn og útbyggum þessa aðstöðu og vorum svolítið að hugsa þessa hvatningu að þetta væri svolítið sýnilegt fyrir þeim. Á þessum vegg eru myndir bara úr svona gönguferðum og einhverju skemmtilegu sem við erum að gera hreyfitengdu. Sjálfsögðu veggspjaldi okkar, staðfestingin á því að við séum heilsueflandi skóli og svo þið kannski sjáu það ekki en þetta eru 3 rammar með íþróttamanni ársins sem er alltaf valinn við hverja útskrift úr 10. bekk og svo eru myndir úr norræna skólahlaupinu og svo af skólahreysti liðunum okkar. Og það var þannig fyrir nokkrum árum að það var algjörlega vita vonlaust fyrir okkur að fá krakka í skólahreysti lið. Við erum náttúrulega fámennu skóli, mjög litlir bekkir og unglingastíði, þetta er ekki nema kannski 60 nemendur í heildina eða 40 sem er hægt að velja úr hámark til að fara taka þátt í þessari keppni og það er svolítið erfitt þegar við erum með 500 barna skóla hann að keppa við en það hefur náðst gríðarlegur árangur og þetta snýst bara hvatninguna. Það er bara þannig. Og höfum haft undan keppni í skólanum og svona sem að mjög margir hafa tekið þátt í. En að sjá að 2 dúllur af miðstíðuna að prófa þetta er svolítið erfitt fyrir þær að komast þarna upp en maður deyr ekkert ráðalaus sko, maður klifrar bara upp vegginn þá. En þetta er svona draumastaðan, við liggjum svolítið á svona heimasíðum núna og erum að reyna að finna eitthvað skemmtilegt fyrir yngri krakkana, sérstaklega núna. Þetta sko, þetta er mjög flott, okkur langar í svona. En svo höfum við verið í þátttakendur í lífslaupinu og þetta byrjaði þannig að við fullorðna fólkið tókum þátt fyrir 2 árum og þá var heilsuráðið á Akureyri mjög virkt og var að ýta við okkur vinnustöðunum og það skapaðist alveg ægilegu keppnisandi á milli stofnana á Akureyri
og við náðum nú ekki fyrsta sætinu það árið, en á síðasta ári náðum við fyrsta sætinu á Akureyri. Þá fengum við líka krakkana með okkur, núna síðasta ár, og þau gerðu sér lítið fyrir og sigruðu bara keppnina. Það var ekkert, og svo stund þegar þeim var tilkynnt það, hún er bara ógleymanleg, þegar við vorum inn í íþróttasal og þeim var tilkynnt að þeir hefði sigrað þessa keppni og við dönsuðum öll við eitthvað Just Dance myndband, bæði nemendur og starfsfólk saman, virkilega gaman. Þetta hefur nefnilega líka svona góð áhrif á bara andan. Við skoruðum mjög hátt í matslistunum fyrir starfsfólk, en helstu aðgerðir sem við höfum farið í varðandi starfsfólki, það við ákváðum að skipuleggja hreyfistundir fyrir starfsfólk skólans, þannig að bara á vinnutíma, þannig að frá 3 til 4 á miðvikudögum gat fólk farið í íþróttasalinn og það var oftast Bjarki íþróttakennari sem skipulagði eitthvað sniðugt fyrir okkur. En svo hefur dalað svolítið mætingin, fólk hefur mikið að gera og það átti alltaf að fara eftir fjölda hvað var gert, þannig að það hefur verið badminton svona síðustu skipti, kannski svona 3-4 manna badmintonleikir. En að þetta var sérstaklega fyrst þegar við byrjum, þá var mjög góð mæting og gríðarlega gaman, þannig að kannski þarf þetta bara vera í einhverjum tímabilum. Við erum svolítið að endurskoða þetta. Svo hefur við náttúrulega tekið þátt í þessum hreyfitengdu viðburðum. Og þetta tré sem ég sjá þarna til hægri, þetta var í göngum í skólan, þá tók maður laufblað eða hengdi maður upp laufblað eftir í hvernig maður hafði komið í vinnuna. Sérst hvort maður gekk eða hjólaði eða tók virkan samgöngumáta, strætó eða eitthvað svoleiðis. Mataræði, við erum sem sagt að fikra okkur inn þar, en þar er grunnmælingin okkar mjög góð. Við erum með að vinna eftir samræmdum matseðlum hjá Akureyrarbæ, sem sagt allir leik- og grunnskólar eru með samræmda matseðla og matráðurinn okkar hefur verið mjög duglegur að vinna bara eftir þeim og vinna matinn frá grunni. Hún er næringafræðingur og ég held að við búum mjög vel að því. Og hún á hverju morgni eða flesta morgna bakar hún brauð, bara hollt gróft brauð sem að bæði nýtist nemendum og starfsfólki. Við bjóðum upp á hafragraut alla morgna, bæði fyrir starfsfólk og nemendur. Það er ekki, foreldrar þurfa ekki að greiða fyrir það. Og svo bjóðum við upp á mjólkuráskrift og ávöxt á grænmetisáskrift. Og við höfum svolítið verið að ræða þetta með ávöxtin og grænmeti, því að fyrst þegar þetta var að byrja þá bara valdi maður að vera með hálfan ávöxt og heilan ávöxt og sótti sér annarkvort hálfan ávöxt eða heilan ávöxt. En nú er þetta þannig að þetta bara brytja í skálar og þú getur valið þér 3 bannabi eða tekið bara í bland. Og við höfum nýlega bætt við að það eru stundum bara paprikur eða gúrkur eða eitthvað grænmeti með. Og þau eru bara mjög hrifin af því, byrja oft á grænmetinu og fá sér svo ávöxt á eftir. Þannig að þetta er svona orðið meira ávöxt og salat. Og þetta er í boði fyrir semst alla nemendur skólans, búðarkaup. Það sem okkur langar að byrja á núna, það er að svona vera með hvatningu varðandi nestismálin. Við náttúrulega áttum okkur á því og eins og okkar leiðbeiningar segja, þá erum við kannski ekki með boð og bönn, en við viljum vera með svona hvatningu og gefa þeim tillögur að góðum nestisboxum og svoleiðis, og viljum kannski virkja eldri krakkana í að kenna yngri krakkanum. Þetta er allt í vinnslu. Það sem að við skorum lágt í líka, það er að starfsmaður, við erum ekki með tilgreinda starfsmann sem fylgir eftir næringamálum, en við erum náttúrulega með matráð sem gerir það samt, en við erum eftir svona skipa formlega, og svo að nemendur og starfsmenn borði saman. Það er bara þannig í yngstu bekkjónum að nemendur og starfsmenn borði saman. Það hefur ekki verið gert í eldri bekkjum og það hefur við svolítið eftir að skoða bara hvernig við myndum framfylgja. Hérna eru þau að velja sér og það er bara allt í bland. Og þetta er sem sagt matráður og aðstoðarmatráður búin að brytja niður áður en þetta fer inn í stofur. Við erum náttúrulega ekki komin að stað í að innleiða formlega geðræktar hlutann, en við erum komin vel af stað samt sem áður í þessum málum, því að þörfin hefur verið brýn og við erum með námsráðgjafa sem hefur verið mjög öflug í því að koma af stað vinnu með DAM, og ég veit að það er málstofa hérna á eftir þar sem á að kynna þessa hugmyndafræði, en þar erum við að vinna með streituþol, samskiptahæfni, núvitund, tilfinningastjórn
og það verið að þýða bók sem að mun nýtast kennurum í þessu. Og allt þekkja kannski margir, þar við náttúrulega að vinna með félagsfærni, reiðistjórnun og siðferðisstjórnun, og það eru kennarar sem eru búin að sérhæfa sig í þessu hvort tveggja og erum að vinna þetta svolítið markvisst í skólanum. SMT skólafærni búin að vera í skólanum hjá okkur frá 2006, en hún tengist mjög sterkt lífsleikni hluta heilsustefnunar, að vinna í því að skapa jákvæðan skólabrag og tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks. Og við erum bara að vinna eftir þessu kerfi og erum þannig að finna leiðir til að draga úr hegðunarvanda og að bara styðja við jákvæðan skólabrag. Þannig að krakkarnir viti bara til hvers ætlast af þeim og að þau fái líka að vita það þegar þau standa sig vel. Svo það líka tengst lífsleikni hlutunum og geðræktinni að við náttúrulega verðum að vinna gegn einelti bara eins og allir aðrir skólar og höfum gert það bara öttulega. Við erum með fræðslu áætlun gegn einelti. Það þýðir að kennarar hafa svona tillögur að efni sem þeir geta nýtt til að fræða börn, og við höfum svolítið ýtt við fólki sérstaklega þessar 2 vikur núna, þessa viku og næstu, sem að baráttudagur gegn einelti var síðasta miðvikudag. Og þá hóuðum við öllum skólanum á sal og hér eru krakkarnir í 1. bekk búin að fá húfur sem við prjónuðum handa þeim og á þeim stendur gegn einelti. Allar húfurnar er náttúrulega ólíkar af því að við erum öll ólík. Og þetta var bara svona stutt samvera þar sem við förum saman með möntru gegn einelti og syngjum við eigum svona vinalag sem var sérstaklega samið fyrir okkur. Og þetta náttúrulega hugsunin í þessu líka bara að efla samkennd í skólanum. Og gleði. Þetta gerðum við á alþjóðlegum baráttudegi gegn einelti fyrir 2 árum, þá fórum við út og föðmuðum skólann. Og þá bara þakka ég fyrir mig. Takk fyrir þetta, Kristín. Þetta var frábært og örugglega fullt af hugmyndum sprottið upp vonandi hjá ykkur. Og ég veit að þetta er svona einn skóli, við erum með fleiri svona skóla sem að gera frábært starf og nú ætlum við að bjóða hana Kristín Jóhannsdóttir úr Austurbæjarskóla, velkomna. Hún ég rakst á það inn á samfélagsmiðlunum og þau væru með svona nemendaþing. Fannst þetta svo frábært, þannig að ég bað hana að koma og segja okkur svona aðeins frá því að þetta er eina aðferðunum sem að hægt er að nýta til þess að innleiða heilsueflandi skóla. Herði við erum og það fallist að þú sagði Guðrún að á svona þingum og svona þá maður að reyna að koma sér upp einu góðum kontaktæla, það er augljóst að það verður auðvitað Kristín Jóhannsdóttir í mín tilfelli og svo þessi góða hugmynd sem ég nú þegar séð fyrir náttúrulega utan að ég er að reyna að jafna mig eftir bara stórfengli heitin áðan með þetta súperflott hjá okkur, alveg súper, en ég er náttúrulega sting hjá mér þessari hugmynd með hreyfitækin eða hvað kallar þetta stígan á þetta fannst mér alveg súperflott. En þetta er öllu afmarkara hjá okkur Austurbæjarskóla. Þannig að þetta er bara svona pínulítið nemendaþing og við sem svolítið kúl að það er rekist át inn á samfélagsmiðlum það við erum svo mikið þar en lýðræðisþing í Austurbæjarskóla heitir þetta og núna í skólaárinu að þá erum við að vinna framtíðarsýn fyrir Austurbæjarskóla og fyrir mig utan það að við stefnum að því að finna skólanum einkunnarorð. Og þessi hugmynd hún spratt upp í skólaráðinu og þar sem við lögum líka áherslu á það að við myndum gera þetta öll saman og það sem sagt verða núna í vetur haldnir svona hugaflugs og umræðufundir með nemendum og foreldrum og starfsfólki þar sem við ræðum skólan og starf skólans og leggjum drög áherslum í starfinu til framtíðar. Og Ingvar Sigurgeirsson, prófessor á menntavísindasviði hérna í Háskólanum, hefur veitt okkur aðgjöf varðandi þetta verkefni og fundað með okkur reglulega í þessu stefnumótunar teymi sem að myndað var þetta verkefni. Og þetta er eins og Kristín var að segja áðan varandi því að setja heilsustefnu og svona og geðræktarstefnu sem talar í gáðlistanum geðrækt, þegar við erum búin að vera svolítið stökk í því við erum búin að vera í geðræktinni bara alveg 2 ár í okkar skóla. Okkur finnst hann svo ljómandi góðu kafli og svo mikilvægur en
En ég ætla að segja ykkur svona aðeins frá framkvæmdinni og við skiptum þessu niður í raun og veru í svona 4 hópa öllum skólanum okkar. Við erum sko heildstæðiskóli frá 1. til 10. bekk og fyrsti hlutinn það gekk út á að 1. og 4. bekkur 1. til 4. bekkur voru saman í aldursblöndum hópum. Við byrjum bara kl. 9 morgunin en þá byrjuðu hittu nemendur í 10. bekk, nemendur í 1. til 4. bekk í aldursblöndum hópum og það voru svona 10 til 15 í hverjum hópi, þess að barnana, og svo stýrðu 10. bekkingarnir þessum rýnihópafundum eða matsfundum eftir alveg sérstaklega aðferð sem þeim hafi verið kennt. Og við hittum þau, Ingvar og ég, við vorum með þeim daginn áður 10. bekkinum og fórum aðeins í gegnum þetta með þeim hvernig svona það er gert. Og þessi fundur var bara knappur og vel stýrt og það var bara fundað í 40 mínútur, nefndi myndið svona hring og 1. og 10. bekk stjórnaði og annar ritaði og svo voru svona margir hópar út allan skóla. Og allir fengu tækifæri til þess að taka til máls. Og spurningarnar sem voru lagðar fyrir nefndu var nefnið eitthvað 1, 20 eða 30 sem eru ánægð með í Austurbæjarskóla, nefnið eitthvað 1, 20 eða 30 sem vilja helst breyta í skólanum, hvaða ráð viljið gefa kennurum eða stjórnendum og ef þetta eina ósk til handa skólanum, hvers myndið þið óska eða þá ef þið myndið eiga 5 milljónir, hvað myndið þið kaupa? Af því stundum hefur það reynst vel að spyrja það og þarna sjáu þið nú þessa engla, þessa litlu sálir sem að sita þarna í aldursblönduðum 1. og 4. bekkur saman í hóp og þessi fögru nefnd, þessar stúlkur þarna sem eru þarna að stjórna þeim, þarna þessar 2 og önnur að rita og hinn stjórnar og það var svo fallegt að heyra líka krakkan í 10. bekk sko, já maður fattar núna aðeins betur þetta starf eitthvað kennaranna sko, þú veist, það er bara dálítið mál að fá þetta til að loka munninum sko. En samt voru þau svo prúð og falleg og góð eins og þið sjáu þarna á þessari mynd. 5. og 7. bekkur þau bara fóru kl. 9:40 og ég segi þetta vegna þess að ég er ríkilega praktísk manneskja. Þú veist, í skólanum að þá er þetta nú bara þannig að þetta keyrir bara dálítið á 40 mínútum og það er engar refjar með þetta, það er að vera svona gang í 9:40 til 10:20, þetta er 40 mínútur. Þá var 5. og 7. bekkur í aldursblönduðum hópum. Þeir hittust 5-10 alveg á sama hátt á 1. til 4. bekkur nema að þarna stýrðu kennarar umræðunum og þess var gætt sérstaklega að kennarar væru ekki að stýra umræðum í sínum sinn hóp og kennararnir voru þá bæði umræðustjórar og fundaritarar. Svo kom 7. og 8. bekkurinn og það var á sama tíma en þeir fengu lengri tíma, þeir voru frá 9:40 til 11 og þá fóru þeir út í spennistöð sem er svona félagsmiðstöðin því þetta átti að vera aðeins meira fullorðins. Þeir eru svona 7. og 8. bekkur að tala saman og það var svona þjóðþings svona bragur á þessu svolítið. Þeir ræddu í 8 hópar og það voru eftirfarandi spurningaræddar. Hver eru helstu styrkleikar Austurbæjarskóla? Hvað þarf helst að bæta í náminu eða skólastarfinu? Hvernig á skólan að taka á móti nýjum nemendum? Hvað geta foreldrar gert til að styðja betur við skólastarfið? Hvað geta nemendur gert til að styðja betur við skólastarfið? Hvernig vil ég hafa Austurbæjarskóla í framtíðinni? Til dæmis þegar þeir eigin börn fara að ganga í skólan. Það er mjög mikið tekið sko. Fólk er mann fram á manni eins og í mörgum skólum og þá ganga börnin í sama skóla og foreldrarnir. Þetta er fyrir námsgreinum, hverjar eru þær? Það var mjög áhugavert, það sem kom til því, en alveg. Og hver er að vera einhvernar á skólans? Og ég get glatt embætti landlæknis með því að segja að heilbrigði kom þannig á nokkur sinnum inn sem sem væri mjög vanlegt eitt af einhvernorðum skólans. Við beittum við við 7. og 8. bekkin, þá var beitt þessari veggjakrótsaðferð og sem er þessari aðferð sem hefur verið kennd við þetta veggjakrót. Nemendur skrá svör við þessum afmörkuðu spurningum sem voru gefnar upp á blöð og síðan er þetta fest á vegg. Og þeim var skipað eins og ég sagði áðan í 8 hópa, jafnmargum á spurningunum og þeir fá ákveðin tíma til að svara hverju spurningu. Svo tíminn er búinn að þá færa þessi í næsta hóp og svara næstu spurningu.
og þau tóku svona 3 til 4 spurningar hvert barn. Skiljið, ég að fara hratt? Nei, þið eru með. Og það hérna Ingvar, hann stýrði þessum veggjakrotsfundum og svo var ég hérna líka og kennarar auðvitað, og að því að ég kannski búin að fara hratt, þá byrði ykkur bara að taka mynda þessu þarna að heimildin hérna þess að listin að spyrja eftir Ingvar Sigurgeirsson, að fara bara í þá bók. Það þessari veggjakrotsafferð lýst sérstaklega. Þarna eru þau í spennistöðunni og þarna sjáu þið betur þarna uppi, sko, þú veist, þarna svona, svo eru hengd upp þess að orð við hverja spurningu. Hérna er spurt til dæmis hvað þarf að bæta í skólastarfi, í náminu eða skólastarfinu, hérna þessi spurning, og þeir eru svona velta því fyrir sér, drengirnir hér og stúlkurnar, og þetta er yngri hópurinn, 7. og 7. sem er hérna saman, og gera þetta eftir þessari aðferð. Þetta fannst þeim líka svolítið skemmtilegt að vinna með þessum hætti. Þetta er svolítið svona fullorðislegt, sko. Þetta er, þeim fannst svona, þú veist, já, það hér er hlusta á mig. Og það er og það er svo gott þegar börnin finna það. Það er svolítið merkilega sem ég hef að segja hér. Það er að spyrja mig álit, sko. Og þetta er alvöru. Og þá spurt að því, hvað er næst? Það verður náttúrulega annað svona foreldraþing, og vegna þess að þetta er nú gert í samvinnu við bæði skólaráð, allt saman leggur þetta svolítið upp, og í góðri samvinnu við foreldrafélagið, að þá vonumst við til öflur og þáttöku í því. Við munum beita öllum okkar aðferðum til að fá fólk að borðinu þar. En við þekkjum það nú, við reynum að hafa þetta okkur góðan tíma og svona, bjóð súp og svona eitthvað gott. En svo er starfsmannaþing, og ástæðan fyrir því við höfum ekki fyrir 1. mars er svo að nú er að koma auðvitað ný menntastefna frá Reykjavíkurborg, og það er gott að láta það koma inn fyrst, og svo tökum við þetta saman, og það er sama aðferð sem við ætlum að beita, en bara aðra spurningar. Og síðan, sko, við erum náttúrulega búin að vinna úr nemendagögnunum, en það verður náttúrulega unnið úr öllum þessum gögnum, og svo það verður auðvitað teymið sem að mun taka utan þetta, og síðan að lokum þá verður úr þessu verður sem sagt stefnan og einkunnarorðin sett fram. Og sko það var mjög mikil ánægja með þetta nemendaþing, og það vildu margir starfsmenn hjá okkur bara ólmið festa þetta bara í sessi, hafa þetta bara helst einu svona ári eða allavega 2 ring eða eitthvað, og auðvitað er lýðræði eins og heilbrigði og velferð grunnþáttur menntunar, og þarna spyrðist þetta mjög fallega saman, að því að maður getur tekið svo mörg atrið inn í þetta, svona eins og heilsustefnuna, eins og geðræktastefnu, bara þetta er endalaust, og það er sem svo auðvelt að hafa svona, því það er auðvelt að setja þetta inn í skólanum, þetta gerist allt fyrir hádegi, og það er nú bara þess vegna svona sem að ég var beðin að kynna þetta, af því að þetta er svo auðvelt allt saman, og af því að það er hægt að nýta þetta við svo margt annað heldur en bara stefnumótun í skólastarfi á framtíðarsýn og einkunnarorðum. En ég bara þakka þeim sem hlýddu. Takk fyrir þetta, Kristín. Það sem mér fannst svo frábært við þetta, og eins og hún endaði, að það er nefnilega, þó við séum með þessar 6 grunnþættir menntunar og 1 sé heilbrigði og velferð, þá skarast þessi þættir allir í raun og veru í því sem við köllum vellíðan. Við viljum frekar nota það heldur en velferð. Þannig að öll svona vinna, og þetta er kannski líka til að sýna það að þið eruð að gera heilmikið þarna úti, en það er að ná að spila þetta saman, og þó svo að þið talað sérstaka heilsustefnu eða sérstaka stefnu í geðræktarmálum eða eitthvað þess að þá skiptir náttúrulega öllu máli að þetta komi allt inn í ykkar skólanámskrá og verði hluti af því sem verið að gera.
og sjá þessa möguleika í að nýta fyrir það sem við erum að gera og gera þetta svolítið að ykkar. Það skiptir svo miklu máli.